að sáttmálinn hafi verið festur í íslensk lög. Vísindamenn allan heim hafa nú brugðist hart við birtingu greinar erfðabreyttan maís sem sagður valda krabbameini. Greinin birtist í tímaritinu Food and Chemical Toxicology og segir þar að auknar líkur séu á því að rottur sem fengu erfðabreyttan maís sem gerður var ónæmur fyrir plöntueitrinu Roundup fái krabbamein. Rotturnar sem notaðar voru í tilrauninni voru sagðar líklegri til að þróa brjóstakrabbamein, lifrar- og nýrnarsjúkdóma og dánartíðni þeirra var sögð alltaf 3 sinnum hærri en í viðmiðunarhópnum. Hörð viðbrögð hafa orðið við birtingu greinarinnar. Því að það kemur í ljós að niðurstöðurnar sem hér sagt frá eru alls ekki eins og sagt frá þeim. Þær eru allt annað veg og standast hreinlega ekki. Greinin svo gölluð að öllu leyti. Það ekki rétt kontról, það röng tölfræði, það allt rangt við hana, þannig að þeir geta ekki dregið þessar ályktanir sem þeir draga af þessari grein. Vísindamönnum allan heim hafa nú brugðist við greininni og hægt að lesa það í fjölmiðlum og í vísindagreinum víða. Tímaritið sem birti greinina þó þokkalega virt. En þarna hefur hreinlega orðið slys, það hefur sloppið í gegn grein sem átti alls ekki að sleppa í gegn. Eiríkur segir að tímaritinu hafi orðið á alvarleg mistök. Seralini, vísindamaðurinn sem gerði rannsóknina, hafi áður verið staðinn að óvönduðum vinnubrögðum. Í þeim tilfellum þá gáfu Matvælastofnun Evrópu og Matvælastofnun Nýja-Sjállands Ástralíu út sérstakar yfirlýsingar það að þessi grein stæðist ekki. Matvæla- og Öryggisstofnun Evrópu ætlar að skoða málið og Matvælastofnun hér á landi bíður niðurstöðu þaðan. Verja þarf minni Landeyjahafnar til að koma í